Sætu bóli, Birta. Já, hvað fyrir? Gaman að sjá þig í lit og mig ekki, sjálfgef sjón. Sjálfgef sjón? Já. Ég reyna að bæta mig. Já, það verður ofta lit. Og mjög flotta hárgræslu líka. Já, með öðruvísi. Ég er ekki með hári niðri. Ég er þú núna. Já, þú ég. Bara með, baka eyru, hættupeysu. Margir mændi kannski halda að ég var róleg núna. Nei. Is there something you need to tell us? Definitely not. Okay. Sorry to tease you guys. Já, ekki gera þetta. Nei, það er samt funny. Nei, ég er ekki funny. Nei, það er ekki funny. Ég er bara að djóka. Ok. Þú ert samt bara no-joke svona eins og ég. Það verður það að fyndið. Já, ég er bara að við skiptum. Nei, þegar við tölum þegar við vorum í Get Litriku en ég setti hún bara, það er svo cute eitthvað. Og þú veist eitthvað, reynum við vera aftur lit. Ég ok, þá var ég bara, shit, fór að kipta mér eitthvað í lit. Já. Af því að ég á bara svona föt, þess að þú ert ekki bara hvít og svart og veist þetta eitthvað. Þannig, I'm trying my best. I love it. Thank you. You look good, honey. Thank you, baby boo. Hvað sér gott annars? Bara mjög vesk, sko. Ekki. Hella bara límona hérna fyrir okkur. Já, þakka fyrir. Need some lemonade in my life right now, sko. Klárlega. Lífið er betra með límonaði, sko. Já, og allt er betra með klökum. When life brings you melons, nei. Melons? What do you make? Melonade? Okkur getum við aldrei sagt neitt rétt. Ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki. Við erum hér til þess að verða ykkur fyrir vonbrigðum. Já, og láta okkur hlæja okkur. Stanslaust, já. Ég held að það sé alveg, já, okkar. Ég ætla nú að segja, when life brings you lemons. En af hverju lemons svona slæmt? When life brings you lemons. You make lemonade. Ég veit það ekki. Er síminn ekki að sælend unga kona? Nei, það þinn. Nei. Jú, ég vil lofa. Ekki fyrir mér. Nei, ok. En já, já, þetta er góð pæling. Ég er bara hefði hugmynd hvaðan það orðatiltæki kemur. Nei, ég skil ekki alveg. Því ég elskar sítrónur, skilur. En maður borðast þetta aldrei sítrónur eintómar. Kannski er það, að maður býr til eitthvað delicious úr því. Já, þetta er ekkert mikið matur sem maður er að snæða sér á eintómt, sko. Nei, það er svona út í drykki, sko. Já, mat. Ég veit ekki hvað maður gerir meira með sítrónur. Maður notar lemongrass allavega í Laugar Spa Organic Skincare. Bóka þetta var smúð. Já. Jú. Svo góð lykt. Svo góð lykt. Það er okkar lykt í sumar. Sumarlyktin? Já. Klálega, í öllum svona body vörunum. Það er svo fresh. Ertu þá nota Royal eða ertu með Kashmir? Royal baby. Ég er ekki búið með hana strax, sko. Nei. Ég spara það. Já, ég trúi því. Ertu búið með þinn Kashmir nr. 2? Nei, ekki nr. 2. Nr. 1 samt. Já. En ekki nr. 2. Nei. Ég verður til að eiga bara bæði og switch up, sko. Já. Stundum er ég feeling Royal, stundum er ég feeling Kashmir. Það er endur alveg rétt. Það væri gaman að geta svissa svona til. Kannski hafa eina sem væri svona meira svona partylegt. Royal er meira party. Já, jú. Kashmir er meira svona að passa við allt, einhvern veginn. Svona, nei, Royal passa líka alveg allt. Já, ég veit. Kashmir er meira svona, I'm sexy. Meira svona settle, held ég. Það er svona aðeins meir lykt að Royal, það ekki? Mér finnst það bara öðruvísi, sko. Já. Hún er svona aðeins kryddari, sko. Já. En það er svo margir sem eru alltaf með þannig lykt. Ég er alltaf þannig, sko. Með allt svona spicy. I like it spicy. Add a little spice. Add a little spice to your life. Talað spice. Hvað? Too hot to handle. Já, season 2. Við ætlum að taka season 2 Too hot to handle, sko. Þeir voru spicy þessa season, sko. Voru þau spicy? Er þetta gröðustu einstaklingar sem fundu á þessari jörðu? Mér langar svo að vita hvernig áverðna pröfan er, bara hvernig þið fundið svona graða einstaklinga. Já. Sem eru bara tilbúinir til að segja allt annað, þú veist, ég þekki alveg fólk sem er kannski svipað en kannski myndi ekki segja svona á kameru. Nei, nákvæmlega. Maður er alltaf svona að sína sitt besta andlit, þú veist, ef þetta eru að fara að broadcasta allan heim. Maður er kannski með dirty jokes milli vina sinna, skilur, en þau eru bara, halló. Já. Bara, og þau eru ekkert að djóka, sko. Nei, ekki neitt. Hann er funny, sko. Ég var með að pæla bara þú veist, ég var að horfa þetta bara, þú veist, þetta er ekki það, þú veist, allir með að vera bara mjög svona sexually open, skilur, og ræða, en þú veist, þetta er samt þetta er annar level, sko. Já, þetta er annar level og þetta er alltaf dóttir eða sonur einhvers eða bróðir eða systir einhvers eða baddabarn einhvers. Þú veist, og ég veit að, þú veist hvernig það er, ef maður gerir eitthvað, þú veist, ef ég væri bara, heyrðu, Emma, ég er í sjónvarpinu fyrir allan heiminn, hún myndi alveg tjekka á því. Einmitt. Og var hún bara, you go girl. Einmitt, eða þú fyndið.
someone's mom kannski líka. Já, nákvæmlega. En þú veist, bara no judgment, sko. Nei, en það er bara klárlega svo fyndið þegar eins og fólk í Love Island segir bara, I'm sorry mom, maður er bara svona nei, mamma þín er góð, sko, með mömmu þeirra í 2,5 hendal, sko. 100%. En ég held að foreldrar sé ekki svona horfa á þetta, sko. Ég vona eiginlega bara ekki. Ég held ekki, sko. Og það er alveg margir sem að horfa ekki eins og á svona eigin þætti. Nei. Ég held að, þú veist, ég gæti ekki horft á mig eitthvað svona þætti, sko. Ekki? Nei, ekki svona, eða bara eitthvað þætti, sko. Ég held að ógæðslega erfitt að horfa á sig í sjónvarpinu, sko. Já, örugglega. Já, ég held að. Ég veit það ekki. En, þú veist, já, þau eru ekkert eðlilega, eins og þú segir, hvernig eru áreitapröfur? Eru bara svona... Er þetta bara svona spurningalisti, bara hversu græðar ertu skalan við 10? Hversu græðar ertu og talar það alltaf daga 10? Er það bara þannig? Já. Hefur við sambandi? Þá bara helst það, nei. Hvenær myndir þú vilja vera í samband? Aldrei. Já. Ég vil bara ekki neitt svo les. En þetta var svo mikið plot twist, af því að ég man þegar við tölum þetta senast þegar 2 Hot Handle var fyrra, við viljum ekki tala seríu 1 í dag, kannski seinna. Þá pældu við bara, það er ekki hægt að gera seríu 2. Nei, já. Af því það er ekki hægt að plata svona graða og non-committing einstaklinga í þetta mission. Nákvæmlega. Það er það sem ég held. Já. Það sem var líka bara þegar ég sá að kom season 2, ég bara hvað? Ég bara, how are you doing this? Já, og ég var líka svona, þetta verður ekki eins gott, ekki að við vita, þú veist, ekki að við vita ef að, hverja leikreglunar eru. Það vissi ekki neitt. Nei, vil kannski segja hlustendum leikreglunar að það ekki horta þetta. Við erum bæðið fyrir að spoila, þannig að þið er ekki búin að horfa, sem ekki að skrítið það, því að ég bingeaði þetta á 2 dögum, sko. Same. Þú veist, ég bingeaði fyrir helminginu, svo kom seinni helminginu, ég var að binge. Ég gerði nákvæmlega sama. Ég gerði nákvæmlega sama og þú veist, það kom ykkur svona, 4 þættir út og svo kom 4, restin? Já. Ég held að skipti helminga eða eitthvað. Já, maður sjá. Sko, þetta er sem sagt þess að bara svona bara svona segja því fáum orðum, þá er þetta bara keppendur, þau koma á eyju, svipa á Love Island kannski. Inn svona retreat. Já, eru svona einhverju villu, retreat og bara svona spa og þannig. Og síðan er svona lítið tæki sem heitir Lana, sem að er bara svona AI, Artificial Intelligence, og þetta er bara svona einhver Google Home speaker eða eitthvað svona þannig, og tala við þau og segir þeim hver reglunar eru. En reglunar eru þau með ekki kyssast eða káfa hvort öru. Já, kynferðislega. Kynferðislega. Þau með náttúrulega ekki svo saman. Alls ekki svo saman. Ekki stunda sjálfsfróun. Nei, það er alveg brútalum hvernig að fylgst með því. Sko. Já, ekki stunda sjálfsfróun og ekki gefa hvort öðru einhvers konar örvun. Já, ég held að það má bara ekkert kynferðislegt. Já, og touchy. Nei. Ekkert sexual. Þú mega að kissa á kinnina og svoleiðis. Já, og knúsast eða er eitthvað svona, bara passa að knúsast ekki. Og mikið. Já. Þetta var svona varlega knúsast. Já. En já, og þau í þessu seasonu 2, þegar season 1 kom út og þá náttúrulega lærðu við þessar reglur og þannig, en í season 2 þá voru við mynd bara hvernig fáðu fólk til að taka þátt í þessu. Þá var það þannig að keppendur héldu að þau væru að fara í Party in Paradise eða eitthvað slíkt. Parties in Paradise eða eitthvað, já. Það væri bara eitthvað partyþáttur og þau heldur bara að tjamma og ríða í allt sumrið, bara ríða nýju fólki bara endalaust. Þú veist, þegar introð eru, þá er bara, I'm gonna have sex with a lot of people, bara eitthvað. Já, þeir eru bara sjúklega til í það. Já. Og síðan komu þau og það bara ógeðslega gaman. Ég var að hugsa, er þetta sama villa þau voru síðast? Nei, þetta er ekki sama. Mér finnst það mjög svipuð samt. Já, það er mjög svipuð. Mér finnst svona flesta vilju vera alveg frekar svipuðar, sko. Já, reynda þau segir það. Já. Það er alveg rétt. En já, þau koma... Ég held að þau hefði alveg fattað ef að við hefði notið sama villan, sko. Já, þess að var ég að mynda að pæla hvort það væri sama. En það voru ekkert allir sem hafði séð þú áttu handlu, held ég, sko. Nei. Var eitthvað sem að tala um það? Já, mér minnir að ykkur hefði komið inn og verið bara, Það? Kannski eitthvað sem kom það setna eða eitthvað. Að ég man eftir í fyrsta og voru bara we're on to handle. Já. Og bara brjálu. Svo fyndið. Og já, þau er branna og þú veist, allir að kynnast. Og langt svo sjá auglýsinguna að þessum partyþætti sem þau héldu að vera frí. Þetta var röglega svona, ég hugsa að það myndi bara svona, þetta var pott eitthvað svona, þú veist, you have a lot of parties and then there are challenges. Drinking challenges. Já, þú veist, eitthvað bara svona, bara svona Jersey Shore vibe, skilur. Nema bara with a twist. Já, pottþétt. Svo eru þau bara búin að koma fyrsta daginn og kynnast öllum og eru bara sjúklega peppið fyrir öllu
og það er partí kvöldi, eitthvað svona búningapartí örugglega til að halda þemanu þetta verður eitthvað svona parties in paradise og allir komin í eitthvað búning og eitthvað og svo bara birtist og svo segja þau eitthvað svona það eitt gestur eftir að koma þá birtist Lana bara upp úr einhverju borði þarna og þá mitt var allir bara einhver sem fatta og kannski ekki einhver sem föttuði fyrir nafni koma eða eitthvað og bara we're too hot to handle það er brjá, þau voru ekki reið sko maður sá alveg svipin, þau voru bara alltaf þau voru pottalað það bara ekki sem ég myndi aldrei fara í það gæti aldrei en þetta alveg enn fólk sem bara getur þetta ekki sko. Nei, hvað eru þau þarna lengi? Þetta er náttúrulega bara 8 þættir eða eitthvað ég held sér alveg svona 2 vikur eða eitthvað já það og þetta verður náttúrulega að vera challenging tími true, já þetta eru 3 vikur eða eitthvað minni mig þau voru, þau töluðu eitthvað erfitt að ég hef aldrei gert það haldið í mér 3 vikur alveg rétt en hver getur ekki haldið í sér í 3 vikur? Mér finnst það svo galið sko, þetta er ekki heimsendir fyrir pening skilur bara chillaði bara að fara á ströndina ég veit það ekki haldið ykkur bara í sundur einmitt það er ekki að vera eitthvað endilega couple up að hana sko nei látið bara hvort annað vera bara allir í stelpuna gista bara saman og það geta alveg gert það sko en þau stelpuna voru líka alveg fyrir stelpur sko klálega stelpuna sumi gista bara einir einir bara út á svona sólbekk sunbed en þetta var rosalegt season hvort fann þið þessi betur en ég held sko no joke þessi ég samt sko ég man eiginlega ekkert eftir henni nei mér finnst þessi mjög skemmtileg ég var alveg invested sko mér leið svo kjánalega því ég horfði að hina ég held að, þú veist, ég er ekki ósammálaður að þessi hafi verið betri en einhvern veginn á sama hátt er ég svona að season 1 var svona fyrsta skipti sem maður upplifði þetta þá var hver þáttur svo spennandi út af því að maður bara, voru það brjóta reglur þú veist þegar maður vissi allar hvað regluna voru en mér finnst þetta fólk var miklu meira savage miklu meira og mér finnst miklu meira af rememberable fólki ég man bara eftir Harry og Francisco og Chloe og hinum ég myndi ekki svona eftir Chloe fyrir hún kom í hana Circle þá var ég, þetta er hún eitthvað alveg rétt þú veist, ég var bara steingleimin og hún er fangin meistari en ég man ekki eftir neinum öðrum ég man eftir einni ljósari píu sem Francesca var alltaf eitthvað við farum sleik við til þess að fokki öllum og eitthvað það er eins og ég mann sko en þarna fannst mér svo margir þess að Cam og Emily svo strong Marvin og Melinda þetta er svo spennandi eitthvað og þau eitthvað og ertu ekki pínu sammála, pínu villandi að Too Hot to Handle er nýkomið út á samtíma Love Island maður er einhvern veginn orðin svo investið í þessum couples og maður er núna eitthvað svona að reyna að vera inn í Love Island og maður er svona eins og þegar vorum að taka upp Love Island aukaefni ég var bara nei, betur, ég er að tala um Too Hot to Handle og ég var sko nýbúin að klára seríuna þá þegar við tókum fyrsta þáttin það er svona pínu smá crossover sko en þú veist Too Hot to Handle er bara að gefa Love Island, þú veist run for the money sko, no joke þetta er, þegar maður horfði á fyrsta seríu 1 þá var maður svona það var ekki róði í þetta maður og svo er maður bara, I want more þetta er svo fjarri mér þetta er náttúrulega maður er bara svona, hvað er að ykkur bara, hættiði slakið á hvað meiniði eins og þegar, þú veist, það er eittu pening í þegar báðar að kissa þarna Joey Nei, það var ekki Joey, það var hérna hinn sem var síðan sendur heim sem var með krullurnar Joey hann var síðan sendur heim af því að hann var ekki cooperating hann Peter, já þú veist, þarna voru þær bara eyða pening why? Skil það ekki það er bara það er alltaf einhver sem að gera það en þetta var líka svo ógeðslega rude af því þær eru báðar, þú veist, Carly var með Chase svona smá og Melinda var skotin í Marvin og þetta var bara svona af því bara Peter, við sko, þegar hann kom í þessu, ég var bara váka með kannast þennan mann
kannast svo við hann svo kunnlegt andlit hann bara að hann TikTok-stjörna það? Já. Þetta ekki samt svona TikTok sem að kæma á mínu For You page en ég séð mannin áður sko. Já. Ég fór inn á TikTok, hann talaði að hann var influencer og ég fór því þau var að sjá hann bara svona bera ofan og setja súkkulaði það bara doing striptease basically bara strippari á TikTok skilur og eitthvað að fokki bebin sinni ógeðslega fyndið. Ég var bara svona ég sé henni mann eitthvað áður mér var skemmt leiðilegt samt að sjá hann fara strax svona... og líka hinstelpan sem fór geðvið snemma sem var sjúklega sætt sem bara var ekki bóndað hún var ekki eins og þau einhvern veginn nei, hún var bara svona gaf engum sjens og þú veist, Marvin reyndi eitthvað að reyna við hana og hún var bara hún þá var bara fylgja reglum en hún var ekki alveg svona eins hún keila hún var ekki eins svona horny eins og allir hinnir nei, grunlega ekki sem er leiðilegt að hún var þá að gera actually það rétt það sem, klálega en hún fekk bara, en þau byrja með $100,000, er það ekki? Jú sem er runni 12.430.000 það er ekki mikið maður með hvernig gengir í dag sko þú veist, 12 milljónir og þau náttúrulega heldur að þau þurftu að splitta penningnum að það gerst sér eitt en svo var sagt bara strax eitthvað það er bara einn þessi verður ekki splitt það var ekki sagt meira nei, þau heldur að þetta væri par sem ég finnst þess að hefða þetta vera sammála er það ekki? Jú, en það gerði þetta ennþá meira spennandi í lokin að væri bara einn true en samt svona þá maður svona ok, þau eru bara alltaf bara hægt saman og leiðu ykkur eitt fær peningin það er það sem maður hugsar en $100,000, þú veist, 12 milljónir þetta er náttúrulega, þetta er sjúk upphæð en þetta er samt ekki eitthvað life changing fyrir suma, sérstaklega úti þetta er alveg mikill penningur ég held að þú getur alveg bara keyptir bara mjög gott hús sko, í Breitlandi og eitthvað ég er ekki að djóka því að hún Emily segir eitthvað that's my mortgage og það var bara eitthvað sem að eittu í eitthvað kynlífsdæmi sko. $20,000 og er það ekki svona 2,4 eitthvað svona til að borga hús jú. Hús eða eitthvað kannski það svona eftir af húsinu það er miklu ódýrleika hús í Bandaríkjunum nokkuð sem að fastegna að vera hér sko. hann alltaf er ekki mönnum bjóndi hérna sko. það er mikið það flytja til Bandaríkjunum eða Bretlands það er bara ágengskani, sko. Ég veit ekkert hvað ég er að segja sko. Ég er bara að giska bara með hvernig þau töluðu skilur eins og líka Marvin hafa bara þessi peningur skilur fyrir mömmu mína þú veist, borga upp ykkur kannski húsi á mömmu sinni sem maður kannski ströggla skilur, þetta er alveg mikið fyrir marga sko. Þetta er það alveg Mér myndi finnst þetta geggjað sko. Ég skulle ekki segja nei við 12 milljónum sko. Halló, það var aðeins gæjan sem vann bara milljarðar í Íslandi hjálpi mér sko, mér finnst ég er útsnúningur en ég verður svona að segja það fyrst, hann vann 1,3 milljarðar eitthvað ég get ekki átt að með því hvað mikil peningur sko. Ekki heldur, ég veit ekki hvað ég myndi eyða því en hann pældi þú bara fengið e-mailið, bara með þinn lottómið hefur bara verið sigur lottómiðinn og þú væri að fá þessu upphæð hvernig myndir þú bregðast þig? Ég myndi bara loka tölvunni og taka nap sko. Það? Já Ég held ég myndi bara snúst þér hingi eitthvað ég var bara, oh my god, hvað ég gera það var bara klappi Hver finnst þú að ekki hingi? Þetta er að því að sko gæinn sem vann þetta á Íslandi sem maður veit ekki hver er hann fór í göngutúr Já, það er bara mjög gott áður hann sagði konunu sinni Já, það er mjög cooling, skilur Það er mjög ég myndi fara að taka nap bara vera bara vakna svo bara með biljón penninga Já, fyllt af penning En hver myndir segja fyrst? Hörgulega bensa? Já, fyrir utan alltaf myndir maður segja maka Já, ég veit það Ég veit það ekki heldur Þetta er svo ógeðslega erfitt af því að hvernig segir maður maður vill ekki að fólk byrja að trýta sig öðruvísi eða ég held ég myndi bara að segja bensa Já, þessi gæi ætla að gera það sko, ekki segja neinum hver hann væri. Er ekki enginn bara komast að hver hann er? Ég veit ekki potið einhver en þú veist, ekki þannig að það sé eitthvað opinbert. Það er gott. Já. Greið maðurinn. Já. Ef það kemst út, skilur, annars er hann bara mjög heppinn. Já. Það er til svo mikið að skrýtna fólki bara. Ég myndi samt örugglega þurfa að segja einni vinkonu minna. Já. Ég gæti ekki bara sagt Gunna. Það væri samt eitthvað svo, þú veist, það myndi þá fréttast. Þú veist, ég myndi örugglega þú veist, það er talað bara mjög, ég myndi örugglega segja þér þetta líka, ég myndi segja Gunna, svo myndi ég bara, hei, svona Þetta var ég. Já, ég myndi örugglega langar til London saman eða eitthvað, þú veist. Það er peninga. Nei, ég myndi spyrja hvort það myndir í ykkur að ferð með mér. Þannig allt í einu þegar þú spyrir mig fyrir ferð og býður mér sund.
borga matinn minn, það bara ok, varst þú gæinn? Nei, ég myndi bara spyrja hvort þið langi ykkur að ferð og þér langar alltaf í ferð þannig að þú myndi segja já, saman hvert það væri svo myndi ég vera bara, ég sé að bóka hóteli og svo, þú veist, bara ég bara, ég sendi þér rukkun, skilur whatever svo myndi ég myndi náttúrulega aldrei leyfa því að gerast bara sendi þér rukkun, ekkert já, nei, þú veist, ég myndi bara einhvern veginn platta í þetta ég veit ekki hvort það sé komið í gegn eitthvað hérna, svo myndum við fara út og og svo myndum við bara verið í geggja villu og þá væri ég bara eitthvað og flugið væri bara bóra og eitthvað já, þú heldur að fara til það var enda gott surprise þess að segja hei, ég vann peningin ég verða í þessu einhvern veginn það myndur ekki alltaf, þú veist, auðvitað myndum að gera það skinnsama með peningin, maður myndi, þú veist fjárfestingum íbúðum og bla 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 já, og þú veist, borga upp öll, þú veist, skólalánum og með svo leiðis og eitthvað þannig, en ég myndi samt alveg taka summu bara til þess að leika mig með já það ekki? Jú, ég myndi fara beint til Frakklands í Bollinger setrið og smakka allt Akkur gæti við ekki unnið þetta? Hvað var skemmtilegt? Við verðum ekki í gungutúrum og eitthvað við verðum með Bollinger að smakka allt Bollinger sem er til, skilur Nei, Bollinger, ég ætlaði ekki að segja Bollinger ég ætlaði að segja Dom Perignon Já, guð, já Anyways, við færum bara báða staði Mér langar svo að fara, Birgit hefur farið á hanga ég er svo jealous, hún hefur farið bara það sem gröfin hans og eitthvað Dom Perignon er gæinn sem fann upp kampaðinni hann er my god Er hann bara grafin einhvers þar? Hann er í hana, þú veist það sem Moet og allt það er Dom Perignon líka Magnað, sko hann er bara guð He's your god He's my god Svona var bara praying to him inn í pinningin Já, I pray to him til þess að fá gráðuna mína, sko, ég myndi alveg gera það fyrir I pray to him every night Anyways, þetta er 12 milljónir sem þau fá hana eða sem þau eru að spila upp á Og hvað voru þið mörg aftur þau komin í villina? Voru þið 7 eða eitthvað? Já, voru þau ekki 1, 2, 3 4, 5 6, 7 voru 10 8, 9 Já, ok, segjum að voru 10 eða eitthvað Ég held að það hafi verið 10, sko Þá, þetta er svo lítið peningur á mann einhvern veginn, þannig séð Þetta er aðeins yfir 1 milljón á mann Já, ef þau þurft að splittir sig sem er þá Nema náttúrulega er alltaf eitthvað sem dropp út kannski Þá kannski það minna motivation skilur, þetta er bara svona, þetta er bara milljón milljón samt mikið peningu, sko, en þú veist þú fattar mig Ekki fyrir gráða einstaklega þess að þú kallar mig Nei, einmitt En þegar þau voru svo mörg sem þú veist, voru bara með þú veist, það var 5 milljónir eftir, skilur fuck the money, skilur, þeir voru alveg saman 5 milljónir Já Hvað þá með 1 milljón, skilur Nákvæmlega, en eins og við vissu þetta mjög snemma bara, ok, þetta verður ekki splittað þannig að það er líka kannski svona motivation til að spila leikina eða betur, sko Það var einhver vinnar sem fær meiri pening Já Það er motivation, sko Það er það, sko Money is motivation Og svo voru það Marvin og Melinda sem að stunduðu kynlíf Það kostaði $20,000 Jú, var það ekki? Jú, 2,4 Það er dýr dráttur Svo sannarlega Shit Það er rosalegt Já, og þú veist, einn koss þau voru alltaf að kissast það er 372.000 Vá Svo líka hana þegar hún var ekki að fylla við dillingin á honum Já Það kostaði líka bara gett mikið og þau voru alltaf gett pyrruð út í hann bara, you didn't finish Já, kláraði, var það ekki 10.000 eða eitthvað? Jú, það var alveg mikið, eitthvað Já, það var fyrst 1,2 You didn't finish Og hvað var rungi, maður það? Var það ekki það? Það var það? Já, það var ekki annað, sko Já, það var líka 10.000 þá Held það Wow Ég man það ekki Það var líka eitthvað Mr. 20 Seconds með Jake Já Það var örgulega 10.000 eitthvað líka Sér það er alveg mikill peningur sem er að eyða í hvert svona fuck up, sko 1 milljón bara í eitthvað svona Þau eittu samtals í kossa $21,000 sem eru 2,6 það var, þú veist, já það voru bara kossanir já, þarna crab grab já, crab grab það kostaði $4,000 og þá bara greip hún nýjan eitthvað aðeins að fylla það er 500.000 Shit, það er mikið fyrir fyll, sko það er mjög mikið síðan fór hann inn, hann kem og stundaði smá svona
ástarleik það kostaði 248 248.000 Já. Það er ekki það mikið með við Hvað er marga dollara? 2000 Já, ok, það er ekki hrikalegt Nei, það er ekkert svo svakalegt en þau töpu líka $5,000 eða 621.000 fyrir grinding Já, þau voru mjög mikið að grænda Já, það var að dræfa bakur Fokka, þetta er mikið í það maður Jep Og svo, það var þegar þau fóru inn í svona private herbyggið og þau sjensa að vinna $10,000 tilbaka Já. bara við vinnum $10,000 sem er tilbaka kannski einhver rúm milljón Já, sem er aðeins yfir milljón og ok, bara, þau bara, við gerum þetta við verum sterk, en samt grænda þau Já, því bara ræðu ekki vissi Já. Og þá töpuðu 5,000 En ég elska eins og þegar Marvin og Melinda fóru hana og hún setti bekk á milli þeirra Svo sniðut Svo sniðut Be like Melinda Nefna þeir voru alltaf búin að svo Já, reyndar rétt Þeir voru búin að sleppa þessu Já. Annars hefur þau aldrei náðu þessu sko Aldrei, ég trúði ekki neitt sko Veitu hvað pör fóru inn í herbyggið? Það var Jake og Larissa fyrst, ekki? Þau gerði ekkert en þá var Cam og þau Emily búin að gera eitthvað með hann þannig að það eyðilegðist þetta var hann 24 hours einmitt sem átti ekki að gera neitt þá unniði tilbaka alveg slatta pening það er alveg og svo þau fóru inn Marvin, Linda, Cam og Emily fóru ykkur annar, ég held ekki Nei, ég held ekki heldur það var engin annar Noah Strong held ég Nei Þetta var alveg svakalegt Já En upprunalega kastið af þeim sem komu inn var Nathan Nathan Webb Hann er svona stripper Já, hann er svona Magic Mike Heit hann ekki Jake? Nathan, já, joke Ég er í ykkur alltaf nöfnum, ég er örugglega í Love-Island nöfnum með eitthvað sko Já, þú styrklum hann að mixa sér eitthvað saman Nei, það er Jake Já Nei, hann er Nathan ég skrifaði bara Jake Ég var bara að búa til nafn fyrir hann að Nathan gæja Hjálpa mér Nathan Webb og hann vann sem svona Magic Mike strippari He's a stripper Og hann endist alveg til enda Já, hann átti alveg mikið af samböndum Hann var alveg turning heads Það er svona fyrir hann að var með Larissu og þau voru gett svona cute, þau fengu grænljósin á húnum til að kissast og eitthvað. Svo var hann bara, ég er ekki að fíla það. Hann leiði á að koma ný gæla, veitum L, eitthvað. Já, Ella eða já. Þá bara bye. Bye. Síðan var það Kayla Carter sem var dökkarða Anna, en hún var náttúrulega bara sendt heim eftir, þú veist, Já, hún var ekki making no process. Já, það stendur hérna sko, her unwillingness to invest in a meaningful relationship got her evicted after 4 weeks. Þannig að þetta er örugglega í 8 vikur. What? Já. Wow. Bókur að fáið þættir, bókur í pyrru? Já, með við Love-Island, það var hvernig minnst að degi. Hvað voru það að gera inn á milli? Halló? Herru, við erum eitthvað. Þau eru alveg bara svo saman þá inn á milli. Eru að djóka, voru þetta kannski fleiri en 8 þættir eða? Ég veit ekki. Með Netflix á nópið eða eitthvað? Af því ef þetta voru fleiri 8 þættir þá er ég alveg crazy sko. Af því ég klára að þess að þetta voru 3 þættir sko. Sjá. Hjálpi mér. Ég ætla að sjá hvað þetta voru. Það gæti samt alveg verið. Hvað þetta voru margir? Jú, þetta voru 10 þættir. Það var bara 2 meira. Það er samt alveg það er svo mikið sem að við erum að missa samt. Þetta buggar mig mjög mikið. Já, þetta er svolítið svona mitt. En ætla þessi talið inn í skilur quarantine og eitthvað. Þannig að mér minnir svo mikið að tölum 3 weeks. Já, mér minnir það mitt líka. Ég skil ekki alveg þetta mál. Nei, I'm pissed ef þetta eru 4 vikur og við fáum bara sjá 10 dagar sko. Já. Svo var það Kristína en hún kom inn aðeins seinna og hún var hún er flugmaður. Já. Hún er flugkona. Já, geggjuð. Mér finnst það mjög cool. Já. Hún kom inn og tók Cam á ströndina. Á date, já. Og hann var bara eitthvað Já, hann sagði hann ekkert frá Emily og hann og Emily voru ekki að geða cute eitthvað. Og ég var bara, gaur, haldur ég Emily? En Emily er svo fucking heit. Hún er ekkert eðlilega hot. Hún er svo falleg. Já. Og bara geði genuine manneski. Ég var bara, Emily er bara my favorite. Ég bara skotin í Emily, sko. Já, ángríns. Klárlega. Síðan var það Peter sem
influencer TikToker sem kisti þarna báðar stelpunar. Hann var svona algjör svona kiddo líka. Já. Hann myndi mig smá á eina Tom Holland einhvern veginn. Kemur inn svona gett lítill og reyna að fitta inn og gress og eitthvað. Já. Hann var eitthvað aðeins að reyna þarna að ná með Lindu yfir á sitt borð. Og ég fór og kíkt á TikTok á hann að því ég var bara gett forröðin. Þá sá ég bara eitthvað efst að það var vídeo af honum með Lindu. Og ég var bara að ég var bara náðan þessu, skilur. Já, bara þeir búin að spoila. Ég bara, hann og Marvin, hvað með Marvin, skilur. En ég horfði ekki á vídeoið samt. Nei. En ég sá þarna smá spoiler en sem var svo ekki spoiler. Nei. Síðan það Chase, hvað var hann mikið fuckboy með þér? Ángríns, hann svona semi-pro fútbolur. Já, ég fór svona úr og í því ég elskan og hata hann. Ég líka. Já, bara svona Já, svo erfiður, sko. En hann alltaf var með Chloe mest allan tíman. Nei, Carly. Carly, en skipta svo yfir í Tabitha. Já, hvað hann var að fíla Tabitha með þér. Og ekki eðlilega. Hann bara, your eyes are so beautiful. Hún var bara boy bye. Já, hún var bara geðvitt chillu og hann var bara eins og slefandi hundur eftir henni, sko. Pældi hvað er leiðilegt. Það var svo gott á hann að því hann var svo leiðileg og Carly. Svo gott á hann. Og hann var bara að slefa yfir henni. Hún var bara, sorry, en nei. Ég var að reyna á annan gæði sturtinu á hann. Já, byrjum að koma mér sturtu. Ég er búin að sjá Chase einmitt mikið á TikTok. Aha. Já, mjög mikið. Ég er náttúrulega með bila for you page, það gleymist. En hann er bara mjög duglegur á TikTok núna. Og hann er alltaf að gera eitthvað svona sub-TikTok. Þannig alltaf eitthvað svona, when my ex du. Og hann er alltaf að gera eitthvað svona, þú veist, hann er alltaf að tala fyrirverandi. Þá er hann að tala Tabitha. Það er ákveðslega vandrarlega. Þau voru saman í 2 þætti eða eitthvað. Já, við veitum alltaf hvort þau verið saman eftir á. Nei, ég veit það. Ég er alveg búin að tjekka hvað það gerir dag, sko. Ok, en það hann er alltaf að tala þannig, eitthvað svona, when my ex wanted me back, og eitthvað svona. Og hann er alltaf á þessum þáttum, þannig að hann er í rauninni að reyna að láta lítið út eins og að sé Tabitha. Kannski því að hann vissi að hann kæmi fram í þáttunum eins og slefandi hundur eftir henni. Fattar þau? Þá er hann bara, nei, sko, hún var að fíla mikið. Ég veit það. Það hlýtur að vera. Horfðirðu á hennar reunion, Dóti? Nei, reunion? Já, eða svona, það er svona Chloe að taka viðtölu við þig og eitthvað. Ég skal segja þér frá því eftir. Ok, ég vissi ekki að það komið bara á Netflix. Ég sá það bara á YouTube, sko. Ég fór bara á YouTube og fann það þar. Ok, ég ætla að finna það. Síðan var það með Linda, sem er ein mest gorgeous pía sem ég hef séð. Vá, ég get ekki hægt að horfa á andlitið á henni. Ekki heldur. Are you kidding me? Og bara make-up hennar, tjóður og flink. On greens. Bara, hún var alltaf bara slaying the life. Bara öll outfitin hennar og allt. Ég var bara, you are queen. Þú veist, og hún var bara, hún var eitthvað svona svörstu bikini. Og þú var alltaf bara get chill á því. Ég var bara svona, hvernig ertu svona perfect? Effortless. Já, effortless. Perfect. Já. Og þú veist, líka bara, þú veist, hún var alltaf mikið ING-fötum. Ég var bara, hvernig eru titsinaður ekki farin út? Já. Þau voru svo litlum bikini. Já, svo litlum. Bara tiny. Þau voru bara að hreyfa sig geð mikið í minnstu bikini hér. Þú voru með double tape. Ég er í sjokki. Bara, I need to know where this is from. Já, true. Af því þau bara, it stayed in place, sko. Já. Ég var mjög impressed. Mjög. En hún er bara ein mest gorgeous pía sem ég hef. Án gríns, bara. Hún og Emily eru bara eitthvað annað, sko. Já. En sorry, bara sérstaklega með Linda, ég var bara já, ég líka, ég var bara alltaf þegar hún var með þau screen time, þá var ég bara yes hún var líka svo mikið sjónvarsefni gjörður hún fyndin þegar hún var í svona private þú veist, samtölu með vindana svo einlæg og cute já, svo einlæg og var bara eitthvað svona, þú veist og var alveg að spila gæðegar leik en svo, þú veist, hætta og var eitthvað svona hún bara að spila leik út af því að Marvin var að spila leik og hana, alltaf bara en vissi samt allan tíman hvernig hún vildi og hvað hún ætlaði sér og hún bara, he's gonna be mine krúttu mitt. Ég fíla það, ég fíla svona hún veit hvað hún vill og hún bara, you're not going that easily, sko. Hún sagði líka bara, ég veit ekki hvað þið er, þú veist, hvað Marvin að segja ykkur. Já, en ég bara segja, I like Marvin. Svo krútt, Svo krútt. Og hún bara svona, hún svona put her heart on the sleeve, þú veist, og bara svona opnaði sig fyrir öllum og hefði Marvin farið síðan í einhverja aðra stelpu, þú veist, við erum með einhverjum öðrum, þá hefðu við öll séð hvernig með Lind, en hún hefði alltaf komið út svo genuine, af því hún var bara ógeðslega samkvæm sjálfur sér. Já, hún alltaf líka gisti Joey, sko. Já, hún var alltaf, hún spilaði leikinn tilbaka. Bara því hann var eitthvað að tala við ykkur gælur, þá var hann bara, þetta var kissa gæja. Og svaf í öðru rúmi, mannstu, hún var bara eitthvað vakna og horfði á hann bara eitthvað. Já, var eitthvað svona, eitthvað tvurka fyrir hann og eitthvað. Já. Hann var bara upp í rúminu, bara fór úr bolnum og eitthvað.
Savage, sko. Savage. Hún alveg breytist alveg helling líka. Já, klárlega. Hún var, já. Síðan var það Carly sæta. Já, hún var mjög sæt. Hún var algjör krútt eitthvað. Já. Illa vegið að henni. Já, mér fannst það bara svona þú var úti, bara eitthvað svona ein og bara, já, svona líður bara illa og þú veist, hann fór náttúrulega bara möggaði hann of, sko. Klárlega og bara beint upp í rúm með Tabitha, skilur. Hún leið ekki illa í einu sekundu, sko. Þú veist, fucking slefandi hundur. Þetta var, ég var aldrei séð hann eins, sko. Hún bara, Tabitha var með hann í ól. Þú veist, hún var bara svona hæl. Hún var svo reynað, hún var bara eitthvað vilt, skilur. Ég held líka að því að hann var svona við hann og þá var hún bara svona, heyrðu. Já, hann var svona svo mikið. Já, hann var alveg doldið mikið. Því hún var ekki komin á þetta growth stage, skilur, að finna sér eitthvað. Hún var ennþá bara svona fresh og ennþá svona fuck girl. Já, og var vildi fyrir að missa pening og vildi fokka allir upp og drullu saman reglurnar og eitthvað. Síðan var það Cam King. Sem að, já. Það var skemmtilegt TV. Hann var skemmtilegt TV. Hann var svona, þú veist... Maður var samt bara svona, hvað að þessu manni? Hann var svona óþekkastur. Já. Maður getur ekki hamið í maður. En samt var hann þægastur. Hvað svona þannig séð? Hann var ekki að halda framjá, fattar þau þannig? Nei, en hann var svona alveg svona... Já, hann gat ekki. En eins og hann sagði, bara svona, ef ykkur, bara in the past, ef ykkur gæla myndi bjóða mér stutt, ég myndi bara labba á þess að pæli, skilur. Það er svo fyndið. Já. Pælið vera hann? Alveg galið. Á okkar mati, það galið? Já, á okkar mati, já. En þú veist, bara you do you. Já, klálega. Kemur að hlusta, you do you. Kemmin besti. En hann er alltaf annar í dag, sko. En hann breyt náttúrulega reglunar með Emily og hann. Emily hann og sjálfsfróun. Já. Hann var svolítið, ég held að þau voru svona mestu rule breakers. Til að byrja með, já. Til að byrja með, kannski, þau ekki mestu peningin kannski, því að nei, ég held að... Nei, gerði ekkert mikið, þau ríðu ekki, það? Nei. Sorry. Þið sá ekki saman. Þetta er bara... Smá dóno, 18 plus. Já. En já. Nei, þau gerðu það ekki. Nei. En þau hérna eftir, já, þau héldu að þau hefðu survivad herbyggið. Já. En svo voru þau bara grinding. Já, grinding. Mistu pening. Þau eru bara, we didn't do anything. Já, bara allir bara, woo! Svo bara kom Lana bara já, og sínt skotið þegar hún setur eitthvað ón á honum. Já, bara eitthvað græn. We didn't do anything. Svo fyndið, ég bilast yfir þeim. Síðan er það Emily Miller. Ein mest gorgeous pía. Hjálpi mér, sko, ég get hann ekki. Ég væri svo til að sjá hana lappin í Lofaland. Sko, ég er að segja allir strákum myndi vera bara turning heads. Ángríns. Mér var að sjá hvernig hún myndi haga sér í Lofaland. Hvort hún hefði verið, skilur, bara svona að breaking everyone, skilur. Hún var svo mikið eitthvað svona, þú veist, hún sá bara Cam. Já. Hún fílaði Cam og það var aldrei neitt annars sem kom til greina. Nei, það var ekki að cute. Já, geðveikt cute. Hún var svona ekki mikið fuck girl. Já, að hún segir, skilur. Já. En hún bara, þú veist, já. Þetta er svo krútlega þættir, maður svona það er svona, við erum komast að því af hverju þau eru að haga sér eins og þau eru, skilur, ekki í neinum samböndum og eitthvað meaningful. Og þá eru þau alltaf bara svo bara brotin í krútin og þau komast að þetta svo fallegt konsept í rauninni, já þetta er það í rauninni, já bestu, bara hvað þroskast já, elsku en Emily er alveg bara, já hún er drop dead og svo er það Marvin Anthony sko, þessi Parísar maður hann bara skemmtilegt auka en hann er með mestu Instagram followers af öllum. Aha, sérðu hvað mikið? Láttu mig sjá. Þú er ekki það? Þarna stendur 5... Ég er ekki búin að kíkja á hann eina með Instagram, sko. 554k. Nei, hann er komin í 827k. Það er ekki ekki vel gert. Það er trillt. Vel gert, Marvin. Well done, Marvin. Það er glætt að fara mjög hækkandi, sko. Já, þegar fólk er að horfa á þetta eftir það. Já, fólk kannski sem er ekki búin að sjá þetta. Bara hann er alveg, já og þegar hann var að nota frönskuna til þess að heilla stelpunar og maður svona, þú veist nákvæmlega hvort að gera já, sagði ekki húlu kúku sig hvað sé sama síma hvernig segir maður það húlu kúku sig hvað sé sva og ég var líka bara, hvað veit hún ekki hvað það þýðir maður lærði það í Friends já maður var alltaf að syngja þetta maður lítill þetta er í Moulin Rouge læginu já. Og þess vegna er maður alltaf að syngja þetta. Og það þýðir eitthvað, do you want to sleep with me? Já, það þýðir do you want to sleep with me? Tonight held ég veit ekki. En allavega, do you want to sleep with me?
do you want to sleep in my bed eða eitthvað, ég man ekki hvað ég segir þetta í Friends allavega og ég var bara, what? En þetta hérna, já og þegar hann sagði þetta með Lindu hún bara, oh no og ég var bara, hvernig veist ég hvað að segja en henni finnst það örugglega romantic já, en hún, þú veist, hefði hún vitað hvað það þýddi, þá verið bara, sí oui sí, spænska oui en já, þetta voru svona upprunalega kasti, sko síðan alltaf kom inn Tabitha Robert og Kristína já, tölum Kristínu og L já that's it og Robert og Kristína, þau voru bara þau komið inn saman til að fá okkur upp basically, en svo voru þau bara bæði bara saman já. Að kreyja hvert annað já, maður veist það bara ekki já. En á ég segja hvað það gerir dag já, please, ég er ógeðslega spennt að vita langar líka bara að vita hver er saman og ég vil byrja á Marvin og Melindu eru þau saman? Þeir eru ekki saman Æ, fucking hell I'm so sad Nei, vá, hvað það er ógeðslega þessu ætla ég að kenna peningnum Nei, sko, málegar þegar segið okkur þau ætlaðu að hitta saman í Mexiko náttúrulega hún býr í New York og hann býr í Fraklandi í París og þau lendi í ykkur rifrildi stuttu fyrir ferðinu og Marvin cancelaði ferðinni sinni, bara cancelaði fluginu og hún var bara að hringja og hann svaraði ekki og bara okkur sem ég lasni og hún var bara ógeðslega leið og bara náði ekki hún segði bara I was left in the dark og svo segði bara við þau eru góð núna skilur og hann eitthvað I miss her so much eitthvað og hún eitthvað hún er smá svona lukkar eins og sé bara svona not again skilur Nei, mitt Ertu að djóka? Hún er bara last strike bitch þannig las ég hvernig hún var af því að hann var bara I miss her eitthvað You should Hvað er alltaf þú að finna flottari stelpun hana, sko? Hún gríns En þau bara flytið saman til Fraklands Já, bara í París að New York Vá, en erfitt var Já, erfitt var Það var mjög erfitt var Greið þið Nei, þú veist, þetta er bara þannig var að þetta er það gott að þú bara basically Ég gæti lifa mánu bara stuðskiptis Já, klárlega Þú getur bara tekið, þú veist, pening og bara kasta upp á þetta Þú veist, bæði er jafn gott Já, true Ok, Larissa okkar, hún er alltaf lögfræðingur, Klára mín. Klára? Hún alltaf fór snemma. Já. Hún fór eftir að Jake og L og þetta var eitthvað svona... Hún fór eftir að Nathan svona eða sem ég. Já, ég alltaf Jake. Nathan og L. Já. Hann bara sem ég bara mægt frá. Og hún sagði bara að þetta er ekki fyrir mig. Já, og hún var líka, hún talaði að, þú veist, eftir að, hvað heiti það eftir... Robert og Kristína fóru þá var hann bara svona, þá var engin svona vinir hennar lengur, þannig að hann langaði ekki að vera hann eftir Nathan og allt þetta en henni leið samt mjög vel og hún sagði að Lana hefði kennt henni mjög mikið gott og hún er að deyta lækni núna Power couples sko. Power sko gríns Halló en hún og Jake hann heitir Nathan ég skrifaði Jake allstaðar já hún og Nathan þetta er að þið eru pínu lík Liberty og Jake er það ekki? Jú Liberty og Jake í Love Island já það er það og ég þau áttu alveg, þau voru að spjalla smá eftir þetta samt, eftir eiguna og eitthvað þanga til hann fara að senda henni óveðend skilaboð já, Chloe spyr hana sem ég var að taka við til hvernig skilaboð? Bara brjóstamyndir og eitthvað og hún var bara, já. Af öðrum stelpum? Nei, hún var bara að byggja sig að senda sér já, ok, ég ætla að senda brjóst nei, hann var að byggja hana þau áttu bara ekki að kjúspjall svo var hann bara að byrja að senda bara svona dirty hún bara búið í kóla eitthvað já, hún bara did Lana teach a thing hún er alveg ekki fan sko maður sá það alveg því hún ég er að fara að taka viðtal núna við Nathan og Elle og hún bara eitthvað skilur she's not a fan Nathan og Elle ekki þau saman? Nei, þau eru ekki saman en hann sagði að Elle var ekki að svara skilabóðum hans hann er ekki strippar samt lengur hann setti G-strengin á hilluna wow ok, og hvað er hann að gera? hann tala ekki um það sko nei, hann er bara eitthvað Instagram já, örgulega, bara orðið mótel já, örgulega komur í svo slíf á hendina og eitthvað Chloe var að missa við því ok Carly og Joey
Þau eru ekki lengur saman. Nei, þau voru líka bara flip. Mér fannst það allan tíma. En þau hittist alveg oft, sko. Já, það, Hann býr greinlega í Miami, eða eitthvað mikið í Miami, og hún fór alveg nokkur sinni til hans að hitta hann. Svo núna þau bara svona, getið vinni bara. Já. Og Tabitha og Chase eru ekki deyta væntalega náttúrulega, af því að hún bara basically dumpaði honum hana. Já. Hún bara, we had fun, babes. Já, og það eitthvað spurt eitthvað út í þau og hún bara eitthvað, það eins og hún sé bara disgusted, skilur, bara komið svona the ick eða eitthvað. Shit. Það geða skrítið því að hann var bara já, við erum alveg góður og hún var bara hér, sko, ég var að gera svip. Hún var alveg bara, já, not vibing, sko. En Cam og Emily, elsku bestu. Þau eru saman. Yeah! Yes! Ég skrifaði enn saman, mjög hjálp, með kapp, sko, ég var svo glöð. Já, yes! Og þau eru búin að segja bara að þau voru óaðskiljanleg síðan. Þau eru bara búin að vera eins og gamalt married couple. Snullur. Og þau náttúrulega vel búin að lockdown í Englandi og eitthvað. Þau eru bara búin að búa saman bara. Já, og eru bara búin að, þau vita allt hvort annað og eru bara eitthvað ógeðslega cute en þá. Oh my god, hvað heldur þau búin að svo oft saman? Þau sögðu að eftir að komu út úr þáttunum þá reyðu 7 sinnum dag alla daga. Wow! Eftir þættina. Oh my god! 7 sinnum dag alla daga. Ég bara, I'm praying, sko, for her. Já, bara, how can you walk, sko? Já, bara, are you okay? Wow! Já. En þau lýsa sér bara sem little married couple og hvað er yndislegt. Þá ætlaði að skýra Lana. Ok, það er ekkert eðlilega gott. Vák hefur hún eigin spann og að skýra Lana. Mér fannst að fyndið hvað Cam er mikið nörd. Eða það? Ég manst ekki í intrónans, þá var hann að impersonata Gollum úr Lord of the Rings. Já, alveg rétt. Og hann gerði það aftur í reunionu. Hún er bara þetta svo mikið turn off, af því hann er svo mikið fuckboy líka. Það meikar enga sens fyrir mér að sjá þetta, af því að þetta myndi mér finnast geggjað, skilur. Ég var bara nice, eitthvað, að hann elski Lord of the Rings, en hún bara, oi, hættu. Hún er bara að hreikast mjög séðum hann, sko. Oh my god, dúllur. Pælti ef að þau verða síðan eitt mann foreldrar og skýr bara til Lana og svo bæti bara að mamma og pappi að grískir Lana og þau bara, við farum bara Netflix og check it out. Nei, ég heldur minni ekki lifa barnið sem horfa þetta, sko. Þú myndir alltaf sjá þetta. Myndir vilja horfa það? Nei, þú myndir ekki vilja horfa. En þú myndir bara heyra af þessu. En ef þú ert, 14 ára, skilur, og þú vissir að mamma og pappi var eitthvað tímann í þáttum, þú myndir kannski fletta þig upp á YouTube. En það er ógeðslega misjætt, held ég. Já, kannski. Held ég sem 50-50 hvort þú myndir horfa það. Já. Ég heldur kannski að mér væri búin að mana í það í svona 20 ára og svo bara, kannski gera það 40 eða eitthvað. Já, kannski. Ég veit ekki. Forvitni mín, ég myndi að... Þú myndi alltaf ekki, ég held að ég myndi ekki gera það. En það var ekkert nýtt að frétta af Joey. Nei. Það kom eiginlega ekkert á honum. En Robert og Kristína, þau töluðum að þau fóru frí saman í þáttinn. Ok. Bara benga, sko. Bara eitthvað vacation. Já, eins og þau töluðum þegar voru reikin bara beint út að ríða. Já, einmitt. En eru þau ekkert saman í dag? Nei, mér sýnst það ekki, sko. Nei. Þau eru líka, málum með Too Hot to Handle, þau eru frá allstaðar í heiminum. Já. Það er svo erfitt fyrir þau að halda saman eftir það. Já, það er mjög erfitt. Þau fara alltaf sikkar staðar svo bara kannski gleyma þau ykkur öðru, skilur við. Klárlega. En eins og í Love Island, það er líka erfitt þar, því að England er náttúrulega hjúts og Írland og Skotland og allt, skilur við. Þau eru erfitt að halda samskiptum þar. En samt töluvert auðveldara, skilur. Var ekki Nathan eða Jake, var hann ekki frá Ástralíu eða eitthvað? Jú, var það ekki Nathan frá Ástralíu? Já, hann er eitt frá Ástralíu. Það er alveg bara way off, sko. Hvar eru þau? Það er góð spurning. Já, ég man það ekki. Og ég googla það. Já, ég er alveg forvitin. Ég hefði haldið að vera eitthvað bara Mexiko eða Spáni eða eitthvað. Svona meet us halfway, kannski, út af Ástralíu. Kannski Mexiko þá. Það væri mjög interesting. Leiðis vilja ekkert tímann. Providencial Island. Ég sé on a map. Map, or is it on a map? Það er bara okkur eigi, má ég sjá. Þetta? The villa named Turtletail Estate is located on Providencial Island. Ég hef alveg heyrt þetta. At the top of the Turtletail Peninsula. Ok, en Peninsula, er það ekki Bandaríkjunum eða? Nei, ég veit ekkert hvað það er. Sorry, við erum umulega landafræði, en það er bara að hætta dæma okkur. Turks and Caicos. Þetta er eyja í Karabískahafinu.
það þú veist ekstra hjá Bahamas eða eitthvað þá? Þetta er rétt hjá okkur Mexiko, sýnist mér. Já, ok. Það er einmitt staður sem ég hef haldið upp á að allir sé að fara svipa langt, skilur. Já, Karabíska, en það var ekkert eðlilega fallegt þarna, sko. Mér langar jetski á hana, sko. Sammála. Það er svona rólur, það er alltaf svona einhver geggjaði stað þegar það rólur í sjónum. It's a sign. Ágríns. If there's a swing, it's a good place, yes. Definitely. Já, ég ætli við fáum season 3 á næsta ári. Það voru áhugavert að vita hvernig myndi portræða það. En ég held að sé alveg auðvelt að plata að sé að fara einhver annað þátt. Held sem mjög auðvelt. Af því að það eru til svona 1,000,000 þættir sem að við hefum bara ekki eins og litið auga á, sko. 100%. Svo líka spurning hvort við fáum aðra seríu af Love is Blind. Já, mér er drull saman það. Ég veit að þér er drull saman það. En okkur hinum er það ekki. Ég skil ekki okkur þú fíla það en ekki Bachelor. Nei, það er ekki mála að ég fíl ekki Bachelor. Ég hef bara aldrei pröfað það. Okkur myndir frekar á Love is Blind? Það var bara Netflix og auðvelt eitthvað neginn. Ég kannski þarf að gefa Love is Blind annars en ég var alveg bara, ég horf alveg þegar þetta, ég var bara, nei, þetta er hrikalegt, sko. Já. En just in case, bara svo, þú veist, hvað get ég sagt, bara til þess að verja sjálf á mig, þetta kom út sko þegar COVID var upp á sitt besta. Já, ég veit þess að horfði á 3 þætti. Þannig að maður hafði ekkert annað að gera, þannig ég veit ekkert ef þetta kemur út í dag. Jú, eflust ef þetta kemur út að því ég er búin að horfa season 1 þá myndi ég horfa season 2, en að því þetta kom út þá, skilur. Já, en núna veitum við bara Netflix er að gera gott stuff, skilur. True. Þegar við sáum Love is Blind 2 og varum bara hvað trash er þetta. Eins og Circle, geðið skemmtilegt. Já, það er bara alveg vandræðilega skemmtilegt, sko. Ég var alveg bara, hvað drasl er þetta, ég byrjaði á þessu. Já. Svo er það bara svona lúnst inn í þetta, og svo season 2, ég bingeaði hana, sko. Já. Þannig að þú veist, mér finnst Netflix að gera góða hlutir, sko. Já, en samt ég hefði örugglega ekki fílað seríu 2 eins mikið ef að Chloe hefði ekki verið í henni, sko. Ég samanlega, season 1 var miklu betra. Já. Season 1 og Circle. Já, ég man ekki, mér varst það ekki, sko. Ekki, mér fannst það svo fyndið því að það var gæin hann ég man ekki hvað hann heitir sem var þykist að stelpa og það var svo geðið fyndið svo var hann í eitthvað stelpu chatti og þeir var að tala um túrverki og hann bara, oh yeah, it always hurts my left side of the back og þetta var bara, veist það, þegar hann er að bylla og hann er að búið túrverki. Já, það er mjög fyndið þegar þykist að gellur og það er bara svona, þetta er ekki gella. Já, ég horfði ekki alveg eins mikið á það. Já, okay. Ég binsaði bara hina sig, mér Chloe er svo skemmtileg og hana, hvað hét hann? Courtney og... Já, Courtney var geggjær, já. Það var svo random. Klárlega. En vá, við erum alveg komin í aðra Já, það er hjálp. Herðu, Birta, takk fyrir too hot spennlið, sko. Mér er sko ondjós, ég er að svitna, mér er svo heitt, sko. Það er bara too hot in here. Já. Húlala. Herðu, við sjáumst í næsta þætti.